Lárus Jónsson, áður en að við komum að verkefni morgundagsins þá ætla ég að kíkja aðeins í baksýnisspegilinn og það var Hornafjörður, Sindramenn í síðasta leik. Þið gerir góða ferð austur. Já, við lentum í hörkuleik við Sindra sko. Þeir eins og við töluðum síðasta viðtali, að þeir væru sýndveiðin ekki gefin. Þá þeir börðust hrikalega vel í fyrri hálfleik og voru fjórustum yfir á móti okkur í hálfleik. Svo held ég bara leiða við mættum þeim aðeins harðar í seinni hálfleik. Það var leikurinn okkar, en það var hörkuleikur. Eins og þú segir, þið byrjuðu fyrsta leiklutan mjög vel og síðan koma þeir bara grimmir til leiks í öðru leikluta og komast yfir. Kom það ykkur á óvart? Í raunin ekki, sko. Við vissum að fyrsti leikur þeirra heimavelli í fyrstu deild og við vissum að myndu selja sér dýrt. Og það fullt af áhorfendum og það var svo mómentið bara væri með þeim í öðru leikluta og við þurftum bara að vera þolinmóðir og bíða okkar færis. Þetta að því manni skilst, flott hús, flott umgjörð hjá þeim þó að Statti hafi pínu klikkað en þetta er flott umgjörð hjá þeim. Já, þeir eru bara hróskilið, gaman að fá liðið frá Hornafirði í fyrstdeildina og ég bara veit að þetta kostar heilmikið að halda út í svona liði, það er mikið að ferðalegum og svona, þannig að þeir eru hróskilið fyrir það. Þetta er ekki bara Höfumar og Hornafirði, það er körfubolti líka? Það er bæði Höfumar og körfubolti, sko. Ekki bara fótbolti. Segðu mér, á morgun þá kemur Viðar Örn og félagar í Hetti í heimsókn. Þeir fengu óvæntan skelli í síðustu umferð, eða var það? Sko, ég held að deildin verði kannski bara jafnari heldur en menn haldi. Sko, Hamar var spáð frekar ofalega, Hetti náttúrulega spáð Austursætinu. Ég held að liðið svona eins og Vestri og Hamar, þau eiga alveg eftir að vinna þessi lið sem voru spáð Austursætunum. Það er bara þannig. Þetta, við verðum að gera ráð fyrir bara jöfnum og skemmtilegu leik á morgun. Þetta eru tvö álíka lið. Ef ég maður rétt, þá spilum við tvo æfingarleiki við á fyrir mót, vinni annan og tapum við hinum, eða er það ekki? Jú, það er rétt. Þeir eru nokkur bara tiltölulega auðvitað á Egilsstöðum og við unnum þá tiltölulega auðvitað heima. Þannig að núna er það bara 50-50, þannig að ég sagði að ef við myndum spila 10 sinnum, þá myndi annar liðið örugglega vinna 5-6 sinnum, sko. Hvernig leik megum við samt búast við? Þetta eru jöfn lið, ef maður skoðar Stattið. Þetta er liðin að skora svipað að meðaltali í þessum fyrstu 3 leikjum og fá álíka mikið af stigum á sig. Það heldur hagstæðari vörn hjá okkur? Sko, þeir eru kannski með aðeins öðru lið heldur við. Þeir eru með mikla hæðin í teig, með Litáa sem er tæpir 210, þannig að þeir leita svolítið inn á hann og svo er það mjög afgerandi leikstjórnanda sem spila fyrir mikið í gegnum. Ég myndi kannski segja að okkar lið var aðeins öðru, kannski fleiri sem að koma við sögu, fleiri sem að geta kannski sett mark sitt á leikinn. Ég held samt að leikurinn á morgun verði einhvern veginn þannig að bæði lið þekkja hvort annað út í gegn og spila tvisvar og ég veit að bæði lið eru búin að skáta hitt liðið vel, þannig að ég veist að það verður bara mikið barð á morgun. En eins og þú segir, ég skoðaði bara í Statti á henni kom að það eru 9 menn sem eru að skora fyrir Hött í þessum leikjum en 11 hjá okkur, þannig að það má kannski segja að dreifist meira hjá okkur. Já, og það eru kannski fleiri sem eru kannski skora kannski aðeins meira og en ég held einhvern veginn að það verði, það skipti ekki öllum máli á morgun. Ég held að verði lið sem spilar betri vörn sem ætlar að vinna leikinn. Ég held það mun skipta sköpum. Lið sem er góðri stemningu og nær að stoppa hitt lið. Það áttur að vinna. Samkvæmt tölfræðinni þá eru við í þessum fyrstu 3 leikjum að fá okkur 71 stig minnum í leikameðaltali en þeir eru 77, þannig að það segir okkur kannski vonandi eitthvað. Já, það er vonandi að það segja okkur að við séum með ágætisvörn. Ég myndi segja að við höfum búin að spila ágætisvörn í fyrstu leikjónum fyrir utan annan leiklutan á móti Sindra. Held að þeir að skora 30 og eitthvað stig á móti okkur þar, sko. Við erum vonað skemmtilegu leik. Já, bara skemmtilegu leik og ég er bara að vona að það verði sama stemning eins og á fyrsta heimaleiknum okkar. Það verði mikið af fólki og það skiptir rosalega miklu máli fyrir okkur. Það var ekki bara margt fólk, þetta var stemmingin, hún var mjög skemmtileg. Þetta var, fólk tók virkan þátt í leiknum. Flott umgjörð og bara ef fólk
býr til góðan heimavöll, þá skiptir það sköpum, það er bara þannig. Við bara höldum áfram það sem frá og horfið. Gerum það heldur betur. Gangi ykkur vel. Takk.